Björk hérna! Hjólæstu, beint í markið. Robert Douglas hefur áður gert 5 stuttmyndir sem allar hafa verið sýndar á stuttmyndadögum í Reykjavík og þeir hafa allar unnið til verðlauna. Og síðasta myndin sem hann gerði, sem hét Íslandi draumurinn, ég sá hana þarna á stuttmyndadögum. Opal, ekki bara nammi. Og ég er náttúrulega lágur í hlátið og allir salurinn, þannig kannski 200 manns. Og þannig verður hugmyndin til, sko. Hvað meinarðu? Er ekki Búlgari í Evrópu? Ég var að vinna í Hagkaup á sínum tíma og var að raða serióspökkum þar í hillur. Ég er að spá, ég er hérna með, sko, vörur. Ég fer til hans í vinnuna og spyr hvort ég er tilbúin að gera bíómynd upp úr þessari stuttmynd. Opal sígarettur. Og þá ákvaði ég að hætta í Hagkaup, leggja það á hilluna og byrja að skrifa handrit af þessari mynd. Þetta er sko Búlgar tabaka, þetta er frá Búlgaríu, sko. Gaman að koma til Búlgaríu. Myndin er Tóta sem er ungur athafnamaður sem er að reyna að koma sér áfram í business. Þú ert búinn að ganga í gegnum þetta skriffinnskuna og þetta, ég meina, ertu komið með öll leyfi og allt svoleiðis? Já, eða sko, ég er nú ekki komið með þau, en sko, ég er að vinna í því. Og hann er að reyna að koma sínu fyrirtæki af stað og leið og hann er að því og þá þarf hann auðvitað líka að kljást eitthvað svona persónuleg mál hjá sér. Held á dóttur sinni, hann er Helga pappi. What do you think you are? What do I think I am? Yeah. Come here and give shit to everyone. I don't give shit to anyone. I came here and you're the one. Try to be a father to my child. Og samskipti hans við fyrrverandi tengdaforeldri, fyrrverandi konuna sína. I mean, she obviously is a better influence in her life than you. I mean, a man who tries to import Bulgarian cigarettes. En svona það sem truflar hann hvað mest við að láta draumana sína rætast er áhuginn hans á fótbolta sem er svona eiginlega sjúkleg þráhyggja. Þetta er brotdómari! Nei! Þetta er Valur KR, skilur! Algjör fíflumennir í alveg haga þessu fullari matur! Ég er fífli, skilur! Það er þú sem ert að gera með að fífli fyrir framan vini mína! Íslenski draumurinn er gamanmynd sem gerist í Reykjavík í dag. Inn í söguna slæðist amerískur ferðamaður sem leikinn er Matt Kiesler. He seems like a nice guy, very strong in his beliefs, a little strong-headed, but not stupid. I'm not sure that he's the greatest role model for soul necessarily. Kiesler er ungur og upprennandi leikari frá Hollywood sem meðal annars leik í myndinni The Last Days of Disco. Nýjasta myndin hans er Scream 3 sem verður að sýna í Reykjavík. Aðri leikarar íslenska draumsins eru flestir gamlir kunningjar úr íslensku bíómyndum, nema kannski aðalleikarinn Þórhallur Sverrisson. Sá sem leikur aðalhlutverki og hann lék í stuttmyndinni. Og upprunalega þá var það bara þannig að gegnum sameiginlegan vin okkar fór ég heim til hans að horfa á ensku knattspyrnuna. Og viðbrögðin hans í 90 mínútur við að horfa á hann á fótboltaleik voru það góð fannst mér, voru það sem sagt algjörlega, ég hef bara aldrei upplifað mann taka fótbolta svona alvarlega, ég ákvað að fá hann til að leika hann karakter minn. And you can? All right, okay. So you get a foul and we get a viti, sem að viti. Já, penalty kick. Myndin er tekin upp á digitalmyndavél og klippt í tölvu og vinna þeir Róbert og Júlíus saman að klippingunni. Júlíus hefur áður gert kvikmyndirnar, Veggfóður og Blossa. En þetta er í fyrsta skipti sem hann er ekki í leikstjóra hlutverkinu. Þetta snýst eiginlega allt það að þú verður að hafa einhverja sögu sem ég langar að segja. Og ef ég ætla að leikstýra myndinni þá verður ég að hafa einhverja sögu sem mig langar að segja. Og mér verður að langa að segja hana svo mikið að ég er til í að hafa eld og brennistein bara til þess að klára hana. En ef þú ætlar að framleiða myndina þá er það nákvæmlega sama nema það að þið langar að segja eða þið langar að hjálpa einhverjum öðrum manni til þess að segja þessa sögu. Alveg eins og mér langaði til þess að þessi saga, Íslenski draumurinn, kæmi í bíó
og þá ég til að gera hvað sem til þess að hjálpa Róberti til þess að gera það mynd. Ég var að spá í, sko, ef við förum hann upp, sko, hvort þú gætir sagst vera tvítug. Til hvers? Bara, eða skilur þessu svo að það komum betur út, sko. Kemur það betur út að vera tvítugur heldur en 17 ára? Já, skilur, þú veist ég að vera 30, sko. Já, þú ekki bara sagt þú eru 25? Þau vita hvað ég gamall. Þú veit, þetta bara svo kjánalegt, Tóti. En 19.